Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 20 mínútur yfir 10 og já, við erum núna komin í skotíþróttina. En það er svolítið síðan að við fjöllum skotíþróttir hérna í þættinum og enda löngu komin tíma á það að fjallum það. Og línuna er komin, já, formaður skotíþróttafélags Suðurlands, hann Ólafur Árni Másson, komdu blessaður sællöfðingi. Sæll. Hvernig hefur það? Góð bara. Ert þú ekki bara búin að skotóður upp á síkastið að venju? Ekki nógu mikið. Nei, er ekki gæsa við inn á fullu núna? Jú, alltaf fullu núna, flýgur út allt hérna. Og nær þú eitthvað að veiða? Já, maður reynt að komast aðeins. Já, þannig að þú... Og að ná nokkrum. Já, tekur eina og eina helgi í þetta? Já. Og ert þú þá að ferðast á nóttinni eða bara kvöldin og daginn? Ég finn aðalega mótnana. Já. Morgunflug, Jakra og Tún. Það er glæsilegt. Herðu, en þið eru búin að hafa nóg að snúast í sumar í skotíþróttafélaginu. Það er náttúrulega, já, alltaf ykkur viðburður í gangi hjá okkur og náttúrulega svo eru þið alltaf að fá ykkur að gesti, það ekki? Jú, koma hansi oft til okkar óvissuhópar. Já. Það er aðalega vorin og höstin. Svona fyrir sumarfrí. Já. Og fólk hefur mjög gaman að þessu að koma hérna og reynum að stilla þessu upp í einhverja svona keppni. Skipta hópnum upp. Og það hefur verið mjög gaman að því. Og sko, mismundi það ekki hversu hæfir menn eru? Já, svona allur gangur á því, sko. Já. Brotna ekki allar dúurnar í því. Nei. En þeir eru alltaf líka, er það ekki með eitthvað mót svona, innanfélagsmót og fleira til? Jú, við hefum haft eitt mót í hverju mánuði núna í sumar, síðan í apríl og fram í september. Allavega mót fyrir veiðirifla, haglabissur og minnirifla líka, og svo blandað fyrir riflar og haglabissur. Það hefur verið svona ekki nóg vel sótt hjá okkur. Erfitt að fá mannskapinn í þetta. Já. Þegar menn eru uppteknir að skjóta einhver staðar annar staðar upp í lottið? Já, eða bara finnir við þetta held ég, aðalega. Menn að sjá að skjóta á blaðið. Já, og fá það á blaðið hvort þessu hittnir eða ekki? Já, við dálítið í því líka. Já. En þú getur ekkert vita hvort þú sért góður nema og takir nokkru svona þáttið það nokkuð? Nei, já, það er mjög gott að geta sagt þér að góður. Já. En svo þegar einhver annar hérði, sko, hvað eru mörg gott á blaðinu, þá er það ekki skaman. Já, og þeir voru núna síðast eða ekki með, já, hvað, skítmót, hvernig segir maður þetta? Jú, skít, í haglabissu, hefðbundin haglabissa heitir það, skjótum liðbúr. Já, og hver var það fremstur í flokki? Hann heitir Kjartan Örn, er úr Reykjavík. Hann hafði okkur núna þetta skiptið, en við þurfum bara að bæti okkur og tökum hann svo næst, sko. Já. En svo áttu þið ekki keppanda núna sem er bara búin að vera að keppa á heimsmeistaramótinu í Kanada, eða ekki? Eða á Spáni? Á Spáni núna, held ég að segja, Hákon Þór Svafarsson. Hann var nú, held ég, alveg vel frá að miðju af, held ég, einhverju 90 keppandum, sko. Já. Já, ég held að hann hafi bara lokið núna helgina, hvort hann var í 30. til 49. sæti eða eitthvað svoleiðis af 130 keppandum. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Þannig að það held ég bara helviti gott. Svona við að vera að keppa við hliðin á svona atvinnumönnum, sko, sem eru pöðrandi allan daginn, sko. Já. Og svo var hann annar keppandi, hann Sigur Unnar Hauksson, sem er reyndar ekki frá ykkar félagi, en hann var náttúrulega líka að keppa þarna. Já, hann var eiginlega jafnvel ofarheldi minnum við. Já, hann bætti Íslandsmeti úlingaflokki liðinni sem hann setti í fyrra 3 stig og endaði 12. til 17. sæti. Hann er hrikalega góður að horfa að skjóta, það er bara einlega reynir ekki að herma eftir, sko. En hvað gerir mann, já, að góðun skot manni? Þetta meina á veiðum eða í keppni? Já, í keppni. Í keppni, það er náttúrulega fyrst og fremst bara stífar æfingar. Skjóta hann á handskoti mikið og stilla hans inn á þetta bara. Já. Nei, þetta er ekkert svona einfalt að mæta bara, þetta er ekkert mál. Nei, það hjálpum við svo gott. Ef það væri svo gott, þá kannski væri maður ekstra úti að keppa líka. Já, nákvæmlega.
En við erum allar... Þetta bara, já, fyrst og fremst æfing þetta og fá góða tilsögn frá einhverjum svona lengra komnum, sko. En, já, þið hélduð í sumar hérna skítmótin núna síðast og hvaða fleiri mót hélduð í sumar? Við vorum með til dæmis hérna svona svokallaða veiðiriflamót, það svona stærri kaliber. Og þá skutum við til dæmis á epli á 200 metrar færi. Já. Þau eru náttúrulega splunduruðust alveg þegar maður hitti þau og mjög gaman að því, maður fór ekki milli mála ef maður hitti. Svo við erum með líka svona minni rifla 22 kalibera og, já, og blandar riflar og haglabissa, talin saman stíg úr því báðum. Svo þetta bara að prjóna endast við þetta hvað þú vilt skjóta, sko. En hvernig hérna svona, ef þú vilt fara að byrja að æfa hérna, til dæmis eins og hjá ykkur, manni velkomið að mæta hérna, hvernig komast menn að? Sko, við höfum alltaf opið á sumrin, svona byrjar svona fljótlega eftir páska. Það var opið hjá okkur á kvöldin og helgar og alveg fram í september. Þá getur hver sem komið með sína haglabyssu og skot og skoti eins og vill og fengið smá tilsögn líka. Og hérna, og ef að þeir eiga ekki byssu en vilja samt prófa þetta, þá getur hann samað við okkur og við getum það komið með byssu fyrir það og skot og letum að prófa þetta. Og alltaf þetta líka bara að bóka tíma hjá okkur ef menn vilja koma í óvissu ferð með fyrirtæki eða starfsmannafélagi eða frúlís og fengja að prófa. En svo hvaða þið að bjóða upp á þarna í skotin? Það náttúrulega mismunandi, það náttúrulega haglabyssu æfingar og svo eru náttúrulega fleiri æfingar, er það ekki? Jú, það sko svokallaður riffilbraut. Það sem við getum setið við borð og skoðið riffli á mismunandi færum hjá okkur. Og svo þetta í haglabyssu völlur, það eru 2 svoleiðis hjá okkur. Já. Og það þetta stund að þessa hefðbundnu skotfimi, sko, sem keppt í hann og víðar. Þið hafið ekki pælt í að fara að prófa að bjóða upp á bókfimi? Það er nú svolítið áhugaverð. Jú, það er verið svona talað um það, en ég veit ekki hvort það sé stund að meira innan þér, ég veit það bara ekki. Já. En það hérna nefnilega, það eru margir búin að tala um það að þeim langi að fara að æfa bókfimi, en það er bara svo langt í burtu hérna á Suðurlandinu. Já. Jú, það er alltaf hægt að skjóta á boga hjá okkur, það er ekki það. Já, þið eru með boga? Nei, við erum ekki með boga, sko, en það verður alltaf ef menn kemur með boga, þá myndum við leiða þeim að skjóta úr þeim hjá okkur, sko. Þannig að það er möguleik ef maður vill fara að byrja að æfa bókfimi, að þá hérna er hægt að æfa hjá ykkur. Já, það er það bara að hafa í einhverjum deginum, ekki með riffil. Nei, það fer kannski ekki alveg nú vel saman. Nei. En svona, þú hefur ekki prófað bókfimi einhvern tímann? Nei, ég hef aldrei prófað það. Nei. Á það alveg eftir. Nei, en er ekki ykkur hérna sem þú þekkir á Suðurlandinu sem gæti kannski verið að þjálfa bókfimi? Veistu bara ekki sem ég hef hirt af. Nei, við þurfum bara að auglýsa því. Ég myndi gera það, já. Fyrir með. En þið eru alltaf með opið svæði fyrir áhugasama sem vilja kannski fara með fyrirtæki eða hópa til ykkar. Já. Það er alveg, og það er alltaf verið hverju hjá okkur sem er að koma fyrirtæki og það verið engum leiðst ennþá allavega. Nei, okkurlega. En hvernig svona er æfingasvæði hjá okkur? Eru þið með gott æfingasvæði svona til æfinga til dæmis svona til afreka? Já, það var alveg geta verið það og það, sko. Margir sem að tala um þetta sé með skemmtilegri völlum á landinu að skjóta á, sko. Já. Þetta í haglabyssu völlum, sko. En svo erum núna að bæta hjá okkur riffil aðstöðuna, það ætlum að byggja hérna hús yfir það í vetur. Það voru að sitja inni við að skjóta, opna bara lú og stinga hlaupun út. Það verður allt önnur aðstæða heldur með það sem er núna, sko. Já. Þannig að það er mikið snið. En hefur þú alltaf haft áhuga á þessu? Nei, hann ekki nema það svona 8 ár síðan ég fór að fyrta við það. Og hefur bara verið háður síðan? Já, það má segja það.
En nú skotveiði og skotíþróttin og fleira, það virðist sko vera orðið miklu meiri áhugi fyrir þessu og fleiri sem eru byrjar að stunda þetta. Já, það kemur alltaf svona herbil fastur hópur til okkar í þessi skotveiðanámskeið á hverju ári, kringum samt á 15-20 manns. Taka verklega prófaði okkur, þannig að það kom alltaf nýjur inn sko. En það ekki mikil áhugi á þessu keppishaglabyssum eða þessa skít hjá okkar félagi. Við erum ekki margir sem erum að æfa til þessa keppa sko. Já. Þetta eru meira svona gæsaskiptur sem koma svona á haustin aðeins að skerpa á þessu fyrir gæsaveiðina sko. En nú eru ansi mörg skotfélög á landinu og það náttúrulega margir sem keppa eða ekki marga keppnir, svona Íslandsmótin og fleira. Jú. Og hvað keppt í mörgu greinum í þessu? Veistu það? Það aðalega þetta sko svona þessi haglabyssu skotinni sem heldur svona hvað fjölmennust í þessu. Og svo eru víða svona ýmiskonar riffilmót eins og bara við höfum verið með okkur í sumar og svo þessi loftskambissur og loftrifflar. Það líka dálítið vinsælt, veit ég. Það alltaf krefst inn í aðstöðu. Já. Það til dæmis upp í Egilshöll, veit ég, og einhvers staðar í Kópavogi líka. Þannig að það alltaf að fá pláss og svona komast í aðstöðu. Það svona helsti gallin við þetta. Þetta frekar erfitt sport eða svona að þú þarft að vera virkilega þolinmóður og þetta ekkert bara svona þau ert að skjóta. Þetta ekki alveg virkilega svona þú þarft að æfa hreyfinguna vel? Jú, þessi haglabyssu fimminni þá þarft að vera svona ef þú ert alveg fara út í það fínustu drættin í þessu þá þarft að vera alveg að hugsa út í bara frá tánum og upp í haus sko. Standa rétt og snúa rétt og beina rétt og þetta svona eiginlega endalösa pælingar ef þú vilt sökka þér alveg í þetta sko. Já. Og en svo svona menn eins og Konni, þetta bara natúralega, hann búin að æfa sig svona mikið í þessu? Hann náttúrulega búin að æfa sig mikið en svo má líka segja að ég held að hann sé nú aðeins með þetta í blöttunum líka sko. Og það náttúrulega bara mismikið af fólki. Já, náttúrulega. Og þú þarft að æfa þig það ekki? Þú ert ekki með þetta natúral? Nei, það hef ekki fínt sér allan eða þá. Nei. Ég þarf að hafa fyrir þessu alveg. En þið eru að bjóða allan upp á kynningar í vetur og fyrir þá sem vilja æfa, það bara setja sig í samband við ykkur? Já. Vilja fara að kynna sér skotíþróttina? Já, það endilega. Það allar upplýsingar okkur á heimasíðunni hjá okkur og við erum þeim á Facebook líka eins og allir hinnir. Þannig að það minnst að mála ná sambandi við okkur og ef menn vilja taka sér saman nokkur þá bara endilega hafa samband og við græðum það. Engin spurning. Ekki máli. Ólafur, eitthvað svona í lokin sem við erum að gleyma að fara í? Nei, það held ég ekki. Nei. Það allt komið til skila hjá okkur. Já, allan í bili. Já. Svo bara heyrustu þegar þú ert byrjaður með bókfimina. Já, þá ringir ég mig aftur. Þá var ég búin að auglýsa þenn á Facebook-síðunni. Líst vel á það. Ég veit allan nokkur áhugasama sem vilja byrja í bókfimi. Það bara reyna að hafa upp á bókum og menn eru klárir. Er það ekki? Að gera. Bestu þakkir. Yes. Já, takk fyrir það. Bye. Já, svona í lok þáttarins þá ætlum við að fara í handboltan, þannig að það ekki langt hlustu góði sportátturinn með ykkur hérna til rúmlega 11 í kvöld. Það held ég nú mikið veisla. Hvet ykkur til að kíkja inn á skotbilsfs.is, það skotíþróttafélagið Suðurlands. Ef að ykkur vilja fara að kynna sér það, fara að skjóta eða fara í bókfimi eða fleira til. Og svo það náttúrulega allt hægt að finna inn á sti.is á Skotíþróttasambandi Íslands. Og það meðal annars að hvað hægt að æfa og hvað skotíþróttafélög eru til. En heimsmeistaramótið var náttúrulega núna og Ásgeir Sigurgeirsson, hann var í 44. sæti af 117 keppendum í loftskammbyssu á heimsmeistaramótinu á Granada í Spáni, en skoruði að honum var 575 stig.
Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli.